Hingað kominn Vilhjálmur Bjarnason, sæll Vilhjálmur. Þú vaktir þjóðarathygli hér á föstudaginn þegar þú vildir ekki þiggja gjafabréf hjá Iceland Express. Já, var það? Já, þetta þótti eitthvað mesta moment sem hefur sést í íslensku sjónvarpi, augnablik sem er ógleymanlegt. Og það náðist nú ekki að spyrja það út í það þannig þættinum, en ég verð að spyrja, af hverju gerur þetta? Fyrir því eru nokkrar ástæður og kannski augljósar og ég skal nú halda mig við þá sem skýrust. Ég var hluthafi í Glitni banka. Ég átti mitt spariféð þar og fjölskylda mín að hluta til. Áttu við okkar spariféð bundið í hlutabréfum í Glitni. Í síðustu viku þá kom það fram í stefnu hvernig stjórnendur bankans og aðaleigendur og viðskiptavinir nokkrir jusu bankan af fjármunum. Þannig að við hluthafarnir sitjum eftir með sártennið og töpuðum öllu. Og meðal þeirra sem stemt er eigandi Iceland Express og ég hef ekki list á að þiggja gjafir frá því fyrirtæki. Það er bara ósköp einfalt mál. Já. Og þjóðin, það er ekki bara ég sem situr uppi með þetta, ég situr upp með þennan skaða og ber mig vel og ætla ekki að kvart undan því. Því það eru margir sem sitja ýmis konar súpu og ég hef það alveg þokkalegt. En þjóðin situr í mikilli súpu og í miklum kvíða og vanda og ef að fólk ætlar bara að kissa á vöndin hjá þessum herrum sem hafa komið ykkur í þetta, þá erum við bara að endurtaka það ástand sem hér var og koma okkur aftur í þetta og við verðum að kjósa með fótunum. Og það sem sagt, og þess vegna tekur þessa ákvörðun að þiggja ekki þessu gjöf. Já. Eru fleiri aðilar sem þú hefur þessa afstöðu til? Já, já. Sem þú vilt ekki eiga viðskipti við? Já, en ég er að vísu í óttalegum vandræðum. Ég viðurkenni það að Exista fór illa með mig og ég er í viðskiptum við Síman. Og það öll símafyrirtækin er aukvöldnátt merkt þessu. Já. Og ég náttúrulega segi við fólk sem hringir úr 7-númeri, ert þú í viðskiptum við Nóa? Nú ég Halldór Laxness talaði manni sem sáði akkur óvinna síns allt sitt lífstundum fyrst manni þetta eiga við íslensku þjóðina. Já, hún gerir það mörgulegt og hún er að biðja óbreytt ástand aftur og við viljum ekki þetta ástand, við viljum eldgamla Ísland aftur. Við viljum eldgamla Ísland, við viljum heiðarleg viðskipti. Sko viðskipti í grundvallaratriðum heiðarleg þegar svona grundvallar siðferðileg lögmál eru höfð í heiðri og ég bara er að reyna að viðhafa þau vinnubrögð að svindla ekki og svíkja á þeim sem að ég á viðskipti við. Það sagði einu sinni við maður að hann væri stundum með súrt bragð í munni eftir viðskipti ákveðna aðila og ég kæri mig ekkert að vera með súrt bragð í munni. Ég á viðskipti við aðila og tekst á verð og svoleiðis. En ég vona að báðir séu sáttir þegar upp í staðið. En þessir aðilar sem að hér hafa farið akkur og sviðið akkurinn, að þeir verða að skilja það að þeir hafa unnið þjóðinni mikil skaða og þeir get ekki komið og sagt við fjármálaráðherra að þeir skuli hafa sig hæga. Stefnan sé bara hlið skilanefndarinnar. Fjármálaráðherra Steingrímur Sigfússon sem fékk þessi skilabréf frá einum hinna stemdu, hann sér sína hlið líka. Já. Og hann er að moka flórun eftir þessa aðila. Þannig að hortuheit þeirra, þau eru ekki bara við nafngreinda einstaklinga, til dæmis eins og Svavar Halldórsson fréttamann sem fær stefnu frá eiganda Iceland Express. En sko, hvað er í þessari stefnu skilanefndar sem að... Það er náttúrulega ósköp einfallega, sko, hún er nú upp á 28 eða 30 síður ef ég maður rétt og það er einfallega lýsing á því hvernig bankin var tæmdur, hvernig bankin skuldbætt sig til þess að kaupa fyrirtæki á krónu sem þeir voru búin að þurrausa með 6 milljarða skuldum. Já. Og ég hef fengið í hendur kröfulýsingar skilanda Glitnis og hendur fonds. Það eru 24 milljarðar, ef ég maður rétt, í 40 milljarða eignalaust félag. Já. Og það stendur ekkert á bak við þetta. Ekkert. Einu verðmæti sem eru til voru Securitas, ég veit ekki hvað mikið kom út úr því, það er búið að selja það, hæspið á þetta.
það var gert í gær. En það að segja, lýsingin þarna, atvikalýsingin ósköp einfaldlega þannig að það var sitið þarna svikaráðum við bankan, viðskiptavinir bankans, skuggastjórnendur og stjórnendur bankans sátu við að tæma bankan. Og hluthafarnir, þeir náttúrulega bera eitt skaða, þjóðin bera annan skaða þegar fjármálakerfið hrynur. Það er fleig orð núna þarna úr einum tölvupósti þar sem sagt þú getur eins lagt peningalamberinn og reikningi á viðkomandi á Caymaneyjum í staðinn fyrir að fara í þessar æfingar. Já, og þessu orð áttu við eigandi Iceland Express og ég veit ekkert viðskiptaleg. En þannig er ekki náttúrulega ljóst að þeir sem eru inn í bankanum vita að þeir eru að gera rangt. Þeir vita það nákvæmlega. Þessi tölvupóstur segir manna, hann veit hann er að gera rangt. Þeir vita það, allir saman, allir sem stundið þennan leik, þeir vissi nákvæmlega hvað þeir voru að gera. Þeir voru á sama tíma og stjórnarformaður bankans gengur til bankastjóra Seðlabankans til biður neyðarlán, þá eru þessir aðilar að moka út úr bankanum. En hefur ástæðu til að halda, nú eru til dæmis verið að rannsaka ýmis mál tengd Kaupþingi, hefur ástæðu til að halda að þetta hefur verið svipað í hinum bönkunum? Það er svipað munstur í öllum bönkunum, því miður. Það er, bankastjórn Seðlabankans treysti því að hún bankastjórnin, verið að semja við heiðvirða bankastjóra. Eins og verið hafði raunin í viðskiptabönkunum frá 1886. En á því var breyting upp úr 2000. Þarna komið til menn sem voru að skara eigin köku og þeir voru að skara eldað, þeir voru að skara sopa til eiganda sinna. Þeir voru ekki að hugsa viðskiptavina, þeir voru ekki að hugsa eiganduna, þeir voru bara að hugsa sjálfan sig. Og það er sama mynstrið allstaðar í öllum þessum bönkum. En ég veit það ekki, þessi stefna komið fram. Ég var hluthafi í öllum bönkunum, ég átti að vísu mest í Glitni og ég tel réttastaða hluthafa að hennar verið gætt að það sé ekki bara kröfuhafarnir sem fái upplýsingar, það sé ekki bara kröfuhafarnir sem fái einhver skil, vegna þess að hluthafarnir eiga sitt, stjórnendur bankana, stjórnarmenn bankana, þeir skulda hluthafanum. Það voru þúsundir hluthafa. Þúsundir hluthafa. Töpuðu öllu sínu hluthafa. Þúsundir stóra smára. Ég veit fólk sem að lagði 5.000 kall í hverju mánuði, keypti hlutafér, bætti við kannski, notaði þetta sem sinn sparnað. Já, þetta er ósköp eðlileg. Og það var ekki bara stóra aðilar, þetta voru smáir aðilar. Það að kaupa hlutafér í fjármálafyrirtæki er ekki í raun áhættu fjárfesting. Þetta er kannski sveiflubundnara heldur en ávöxtun á reikningum og ég hef nú frá því ég var barn í rauninni haft það að leiðarljósi að vera fjárhagslega sjálfstæður. Ég byrjaði að vinna svona heiðarlega borgaralega vinnu við bóksölu daginn eftir ég fendist og 2 dögum áður en ég var 14 ára gamall og ég hef alltaf frá því í rauninni frá þeim tíma hugsaði það eitt að vera fjárhagslega sjálfstæður. En þarna var gerð tilraun til þess að svipta mig fjárhagslegu sjálfstæði og ég og þúsundir annar lífeyrisþegar þeir töpuðu og ég er verulega ósáttur við lífeyrissjóði þessa lands hvað þeir láta bjóða sér vegna þess að þeir hafa á engan hátt gert neinar kröfur til stjórna eða aflað upplýsinga vegna þess að þeir eiga líka sinn rétt og þeir eiga að hafa samtakamátt. En það sem er svo merkilegt í þessu er að þessi menn eru alltaf að færa til annarra manna fé. Og til dæmis nú er sagt að eitt er það sem að segist í blaði, hann segist yðrast, en kennitala hans er alveg hrein. Það er bara með fína kennitölu eins og aðrir hérna. En yðrun er ekki bara yfirlýsing. Yðrun er líka breyting á afstöðu. Yðrun og til þess að yðrast. Og byggjast fyrirgefning þá þurfa 2 aðilar að taka þátt í því og þessi aðili sem að yðraðist og með hreina kennitölu, hann bara gerði þetta betur heldur en margir aðrir. En það segir í stefnunni að þið verðið að færa alla skuldbindingar af mér. Og almenningur sem að stendur við sitt, hann var ekki með takmarkað ábyrgð í ýmsum hlutafélögum, eignarhaldsfélögum og bankarnir byggðu upp
eigið fé með froðu. Já. Það sem var ekkert á bakvið það. Fölsuð eigin fjárstaða. Blekkingar í garð erlendra lánveitenda, í garð íslenskra yfirvalda, í garð íslenskra hluthafa. Það var allir blekktir. Og mig óraði ekki fyrir því, þó ég væri nú stundum að gagnrýna, að þetta veri svona ein allsherjar blekking. Og þessir aðilar, þeir verða að standa okkur skil á sínu og við verðum að gera þetta ljóst að við viljum ekki eiga viðskipti við þá og við söknum þeir ekki úr landinu. Vilhjálmur, rannsóknarskýrslan birtist á morgun. Við þurfum að lesa mikið. Það er mikið sem þarf að lesa. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við ætlum að heyra hér í Lilju Skaftadóttur hans.